Búsetu skógrækt. Besti tíminn til að gróðursetja tré var fyrir 30 árum. Næst besti tíminn er núna. Sennilega munu þessi orð einnig eiga við eftir 30 ár. Skógar íslenskra bænda dafna vítt og breitt landið. Engum sem þá þekkja dyrst lengur ágæti og ávinningur skóganna. Skipulögð ríkistudd skógrækt á lögbýlum hófst 1991 á innanverðu Fljótsdalshéraði með héraðsskógum. Verkefni sem var ýtt úr vör fyrst og fremst til að koma í veg fyrir að búseta í sveitinni lögðist af sökum niðurskurðar á sauðfé vegna riðuveiki. Lagt var upp með að bjóða bændum að rækta skóg í landi sínu. Tignarlegur Hallormsstaðaskógur gaf bændum kjark árangur skógræktarinnar. Bændur hófu gróðursetningar af krafti og í dag, 3 áratugum síðar, er hérað ein blómlegasta og byggilegasta sveit landsins. Árabil hafa aðalskrifstofur skógræktarinnar verið á Egilsstöðum eða alveg fram að síðustu áramótum við stofnun Lands og skóga. Heimsóttir voru vel valdir staðir með það að markmið að skilja forsendur bænda skógræktar í fortíð, nútíð og ekki síst framtíð. Skógar á ýmsum aldri teygja sig vítt og breitt sveitina og skógarhögg er hafið á nokkrum jörðum. Uppistaða skóganna er lerki og má vel sjá að grisjunar er þörf á mörgum bæjum. Á jörðinni Víðivellir ytri 2 hefur verið komið upp einni afkastamestu viðarvinnslu landsins. Þar er fyrirtækið Skógarafurðir sem hefur vaxið ötullega á þeim áratug sem það hefur verið starfandi, enda bæði mikil eftirspurn eftir íslensku viði og framboð timburs úr skóginum eykst ár frá ári. Þegar föruneytið bar að garði stóð yfir sögun á ösp sem ætluð var í utanhúsklæðningu á gistiheimili í Vallanesi. Við komum betur að því hér síðar. Bjarki Jónsson, skógabóndi og framkvæmdastjóri, sýndi allar nýjustu græjurnar á staðnum og voru þær af ólíkum stærðum og gerðum, svo sem háhraða stórviðarsægir, þurrkgámar, eldstæði, fræsarar og sagapressa. Með þessum búnaði er hægt að ná góðum afköstum í framleiðslu á pallaefni, panil, arreinvið og því nýjasta ylkubbum. Óhætt er að segja að hugmyndirnar eru margar hjá ört stækkandi fyrirtæki og áhugavert verður að sjá fyrirtæki þróast inn í framtíðina. Á næstu jörð, Víðivöllum ytri 1, er að finna annars konar viðarvinnslu en hjá nágrannanum. Þar fór Hörður Guðmundsson 1000 dala smiður yfir ýmislegt sem hann er að brasa úr efni skógarins. Mest fer fyrir framleiðslu á lerkistöðum. Fyrir 6 árum keypti hann fræsara og hefur eftirspurn girðingastöðra aukist óboðslega ár frá ári. Nú hefur hann fengið annan fræsara og ætti svo búbót að halda í við eftirspurnina. Nýjasta græjan í flotanum er skífuvél sem lengst af var starfrækt á Flúðum og síðast í Eyjafirði. Hörður framleiðir einnig lífkol en þau eru eftirsóknarverður jarðvegsbætir fyrir til dæmis tún. Þessir 3 vöruflokkar falla vel hver öðrum þar sem hráefnið nýtist fullkomlega. Á Eskifirði er Einar Birgir Kristjánsson, framkvæmdastjóri Tandrabretta, að framleiða viðarperlur. Í upphafi var lögð höfuðáhersla á að fullnýta aflögð vörubretti, en með aukinni grisjun í skógum á héraði hefur opnast nýr markaður fyrir viðarperlur úr íslensku lerki. Hráefnið er aðalega lakara efnið úr grisjunum sem síður hentar til flettingar. Viðarperlur úr lerki eru olíumettaðri en þekkist í perlur víða í Evrópu en eru fyrir vikið orkuríkari. Tandrabretti framleiðir viðarperlur undir merkinu Ilmur, auk þess að hafa umboð fyrir viðarofna sem knúðir eru af viðarperlum. Ofnar og nýting viðar er sjaldnast nefnt í samhengi orkuskipta, en hún hentar mjög vel fyrir svokölluð köld svæði víða land. Ofnar Tandrabrettis gefa góða raun, til dæmis í skóla og íþróttamannvirkjum í Neskaupstað og í Vegarði, húsnæði sveitarstjórnar Fljótsdalshrepps. Þetta skóginum áðurlega. Í Vallanesi búa hjónin Eymundur Magnússon og Eygló Björk Ólafsdóttir. Undir merkjum fyrirtækisins Móðir jörð hafa þau getið sér gott orð fyrir lífræna ræktun og má finna ýmsa gómsæta vöruflokka frá þeim í búðarhillum landsmanna.
Án stórvaxinna skjólbelta og skóga sem umlykja jörðina á alla kanta er ólíklegt að ræktun væri jafn árangursrík og raun ber vitni. Ræktunarskilyrðin hafa batnað svo mjög að hægt er að líkja því við að landareignin hafi færst nokkuð suður á bóginn því veðurskilyrðin eru orðin einfaldlega allt önnur en þau voru áður. Núverið fengu þau fellda aðra hverja ösp innan úr einu stóru skjólbelti í Vallanesi. Þau báðu skógarafurðir að saga timbrið í fjalir og voru í óðaönn að klæða nýtt gistiheimili með viðnum. Í Vallanesi stendur veitingahús sem byggt var úr heimafenginu ösp og gengur húsið undir nafninu Asparhúsið. Þau hafa keypt 2 ofna hjá Tandrabretti sem mata má bæði með viðarperlum og kurli. Með tilkomu ofnana munu þau geta nýtt umfram grisjunarvið síns eigin skógar til að hita allan húsakost á jörðinni og eru gróðurhúsin þar með talin. Húsakynni sveitarstjórnarskrifstofu Fljótsdalshrepps hafa í yfir 5 ár verið hituð með viðarperlum frá ilmi. Sveitarstjóri Fljótsdalshrepps, Helgi Gíslason, var á árum áður fyrsti framkvæmdastjóri Héraðsskóga. Hann hefur fylgst með trjánum vaxa á héraði í gegnum árin og segir að bændaskógræktin hafi fært sveitinni nýtt og búsældarlegra líf. Sauðfjárbændur og kúabændur beita búpeningi í skógana sína glaðir í bragði. Búsæta hefur haldið sér sveitinni og ef til vill braggast. Heilsusamlegir útivistarmöguleikar eru í skógunum á héraði fyrir íbúa og gesti á Egilsstöðum allan ársins hring. Þetta segir Edda Björnsdóttir, skógarbóndi og fyrsti framkvæmdastjóri Landssamtaka skógareigenda. Hún býr á Miðhúsum sem er í útjaðri Egilsstaða. Á Miðhúsum eru elstu trén yfir 30 ára gömul. Hún tekur vel eftir aukinni umferð göngufólks í skógi sínum sem á skógum almennt á héraði. Fólk er fyrst og fremst að stunda útivist en einnig er það að nýta afurðir skógarins svo sem ber og sveppi. Áhrif bændaskógræktar gætir víða sveitir austanlands. Áhrifin eru sennilega mun meiri en samtímamenn þorðu að vona þegar verkefnið Héraðsskóga var sett á stað á henniöldinni. Ungir skógar vaksa víðar en á héraði og eru nú stór uppvaxandi skógarsvæði í grennd við nær öll þéttbýli landshlutarins. Skógar bænda eru eftirsóknarverðir til útivistar, timburnytja, matvæla framleiðslu og til að glæða samfélögu lífi inn í komandi framtíð. Ekki er gott að segja hvað hefði orðið bændur á héraði ef ríkið hefði ekki lagt hönd á bagga. Ríkisstudd skógrækt fyrir bændur í búrekstri hefur skilað sér í enn búsældarlegri sveit þar sem nú er ekki einungis suðrænna loftslag heldur eru skógarnir líka farnir að veita störf og skapa tekjur fyrir bændur og samfélagið allt. Skógar gera land búsældarlegt. Í faðmi trjáa leynast ýmis tækifæri og landið er glætt lífi. Fólk sækir í skógana ekki síður en tvívængja farfuglar, ferfættir grasbítar eða sexfættar fjórvængjur. Í þessari grein hefur verið farið yfir margs konar ágæti skóga. Hvernig skógrækt fyrir tíða skópu atvinnu í sveitinni. Hvernig skógar eru farnir að gefa af sér til samfélagsins. Og síðast en ekki síst, hvernig byggð og búseta í víðum skilningi getur þróast samhliða skógrækt land allt. Skógrækt er miklu meira en bara búgrein.